Til máls tekur háttvirtur þingmaður Mörður Árnason, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Forseti, heill þingflokkur og nokkrir háttvirtir einstakir þingmenn að auki hafa í þessari umræðu og hinni fyrri þetta mál efast formsþætti þess, fullyrt að lögin landsdóm væru nánast úrelt og haft miklar áhyggjur af mannréttindum þeirra sem kynnu að standa í sporum sakborninga fyrir dóminum, enn fremur átalið þingmannanefndina fyrir vinnubrögð í málunum sem hér eru til umræðu. Tvennt þetta áður en kemur að meginþætti málsins. Annars vegar þetta að mér finnst nokkurn veginn nýkomnum til þings afar undarlegt að hlusta á þessa umræðu núna í september 2010. Verkinu var hrundið af stað í desember í fyrra á sama löggjafarþingi og nú stendur enn, og þegar maður les 3 umræður frumvarpið þingmannanefndina sést að það kom ekki fram í einni einustu ræðu efasemdir þetta efni. Þar tala til dæmis ekki Birgir Ármannsson háttvirtur þingmaður, Ólöf Nordal háttvirtur þingmaður, Unnur Brá Konráðsdóttir háttvirtur þingmaður, Ragnheiður Ríkharðsdóttir háttvirtur þingmaður eða Bjarni Benediktsson háttvirtur þingmaður, þannig ekki séu nefndir aðrir neitt af þessu tagi. Hins vegar þetta að ég tel eftir talsverða vinnu einmitt í þessum formsþætti enga ástæðu til efasemda þetta mál. Ég hef hlustað á töluverða sveitir lögfræðinga tala þetta, meðal annars í þingflokki Samfylkingarinnar og síðan í allsherjarnefnd hér á dögunum, og sé engin þau sannfærandi rök sem til hafa verið talin í ritum fræðimanna eða dæmum frá öðrum ríkjum, því hér eru engin fordæmi eins og við vitum sem hægt sé að miða við, sem ættu hér við. Í þriðja lagi, forseti, þá las ég nákvæmlega aftur þá þingsályktunartillögu sem oft hefur verið vitnað til síðustu daga, þá sem núverandi hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir flutti á 4 þingum frá 2001 til 2005, síðast ásamt mér meðal annarra. Og í greinargerð þeirra þingsályktunartillögur ekki að finna neinar efasemdir þau efni sem okkur varða, en hins vegar fitjað upp á ýmsum breytingum sem ég tilbúin að kynna og ræða hér síðar ef óskað eftir. Þar margt merkilegt en það á ekki við okkar stöðu. Að auki má svo nefna svar forseta Alþingis við fyrirspurn Arndísar Soffíu Sigurðardóttur frá 21. desember 2010, þar sem eru reifuð viðhorf forsetans til landsdóms og ráðherraábyrgðar, og ekki minnst þar á nein þau álitaefni sem hér gætu ógna þessu ferli. Það má svo segja, forseti, að það auðvitað ýmislegt sem þarf að skoða í þessum efnum í kringum landsdóminn. Það til dæmis furðuleg staða sem við erum hér í að gangi þetta mál til enda, sem ég hygg nú að það geri, að þá greiða hér atkvæði í máli sem snýst störf 4 ráðherra í ríkisstjórninni 2007-2009. Að málefni þeirra greiða atkvæði 7 aðrir ráðherrar úr þeirri sömu ríkisstjórn. Það undir þeim 7, kynna að vera undir þeim 7 ráðherrum komið hvernig málið fer, ef eitthvað til í spám hér í hliðarsölum og í fjölmiðlum stöðu málsins. Þetta eru ráðherrar úr síðara ráðuneyti Geirs H. Haarde, núverandi þingmenn og ráðherrar hátt og hæstvirtir Einar K. Guðfinnsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristján L. Möller, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir og Össur Skarphéðinsson. Það auðvitað sérkennilegt að þessir ráðherrar skuli taka þátt í ákvörðunum það hvort þá að hafa mál á hendur hinum 4. Og það verður auðvitað líka að gera þá kröfu að einmitt þessir ráðherrar, fyrrverandi og núverandi, skýri mjög vel út fyrir þingi og þjóð hér í umræðinu á hvaða forsendum þeir taka afstöðu í þessu máli fyrrverandi samráðherra sína og 2 verkstjóra. Forseti, ég hef kappkostað sjálfur að vinna að minni afstöðu í þessu máli eins vandlega og heiðarlega og mér unnt. Ég lít svo á að hér verði hver alþingismaður að hugsa óvenju fast tvennt það sem markar farveg störfum allra þeirra. Í fyrsta lagi drengskaparheit mitt að stjórnarskránni, í öðru lagi sá áskilnaður sömu stjórnarskrár að leiðarljós í störfum mínum fyrir þjóðina sé fyrst og fremst sannfæring mín. Og þetta mál, flókið sem það kann að virðast, í raun og veru einfalt.
Stjórnarskráin skipar mér að athuga hvort þau sakarefni sem hér eru talin séu nægileg og líkleg til sakfellingar þeim ráðherrum 4 sem ræðir. Að því komast ekki önnur sjónarmið. Fyrst nokkur orðum afmörkun þessara 4, af hverju 4 hafa menn spurt, af hverju ekki allir 12, eða minnst ósti líka þessir ráðherra og hinn ráðherrann, og svarið að minni hálfu er einfaldlega það að það voru þessir 4 sem báru ábyrgð á efnahagsmálum og hagstjórn í ríkisstjórninni 2007-09. Aðrir kunna að hafa komið þar við sögu, en ég treysti þeim 2 nefndum sem til þessa máls hafa verið kosnar á þinginu að hafa farið í gegnum þau mál. Þeir þóttu ekki koma þar til álita og ég er því sammála svo langt sem nefnt nær. Á hinn bóginn harma ég það með ýmsum hér í salnum og öðrum þingmönnum að hverjar sem sakir þessara 4 stjórnmálamanna kunna að vera, þá nær Alþingi og hugsanlegur landsdómur ekki til þeirra sem bera enn meiri ábyrgð og hafa jafnvel enn meira erindi í landsdóm að verja sig. Þetta er auðvitað forystumenn ríkisstjórnanna sem hér sátu frá árinu 2003 til 2007, þeir sem fá þá einkunn í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis að á þeirra vakt í síðasta lagi árið 2006 hefði verið hægt að koma í veg fyrir fall bankanna haustið 2009. Þessir menn og þessir flokkar brugðust þjóð sinni með skaðlegum aðgerðum og skaðlegu aðgerðaleysi, ekki síst með því að skipta ríkisbönkunum milli vina sinna og vanrækja vegna kreddukenninga að hafa með þeim eftirlit af hálfu almannavaldsins og gerðu svo illt verra með hagstjórn sem ýmist einkenndist af villtri frjálshyggju eða rakalausum popúlisma, samanber íbúðalánin sem áttu verulegan þátt í fasteignaverðsbólunni sem síðan var einn af þáttunum í hruninu. Þetta fólk er undanþegið hugsanlegri ákæru vegna fyrningarfrests landsdómslagana. Sumum finnst, og það er alveg skiljanlegt, að þar með eigi að láta aðra í friði. Það lýsir vissulega ákveðinni hjartahlýju og sanngirni en stendur þvert á réttarfarsvenjur í nútímasamfélagi. Við alþingismenn höfum ekkert val í því efni, það eru þessi 4 pluss eða mínus, það eru þeir sem standa núna fyrir framan okkur, það er sakarefnin á hendur þeim sem hér eru til rannsóknar. Það alvarlega í þessu sambandi er það kannski að ef við bregðumst við þetta verk vegna hjartahlýju, vegna sanngirni sjónarmiða, vegna einhvers sem ræðum að hér áðan kallaði þjóðarhagsmuni, og ég kem ekki alveg fyrir í því verkferli sem framundan er, þó taka megi til þeirra tillit þegar búið er að fara í gegnum þetta. Ef við bregðumst við þetta verk, þá höfum við líka fríkennt þá sem áður komu. Sýkna nú á einhvers konar mér finnst forsendum frá þeim sem stjórnarskráin hefur falið málshöfðun gegn brotlegum ráðherrum, slík sýkna er leið sýkna yfir þeim fyrri foringjum sem hér bera vissulega mesta sök. En auðvitað þarf að fara gætilega. Að lokum er spurt sakarefnin og líkindi á sakfellingu og við þurfum að vera sannfærð að þau líkindi séu að minnsta kosti jöfn og sýkna, að minnsta kosti 50% líkur, segja þeir sem til þekkja, en 50% líkurnar nægja, segja saksóknarar og fræðimenn í refsirétti. Þau sakarefni sem ræðir felast í alvarlegri vanrækslu gagnvart váboðum árin 2007 og 2008 og felast í því að hafa ekki brugðist við innan ríkisstjórnarinnar á hinum svonefndu ráðherrafundum þegar ráðherranna átti að renna í grun hver háski vofði yfir. Þetta er niðurstaða 7 af 9 fulltrúum í þingmannanefndinni og í þessu styðjast fulltrúarnir 7 rækilega við rannsóknarskýrsluna. Menn gera mikið úr ágreiningi og klofningi og mismun skýrslu og ákæru, fyrir því talið er vissulega fjöður, en meginatriðin eru þó alveg ljós í þessu gagnvart ábyrgðarmönnum ríkisstjórnarnum í efnahagsmálum, gagnvart þeim sem hér liggja undir. Sjálfur hef ég, forseti, ekki komist að endanlegri niðurstöðu þetta gagnvart öllum 4 ráðherrunum og ég ætla að nota allan þann tíma sem mér gefst til þess að móta endanlega afstöðu mína. Á þessu stigi get ég þó sagt að mér þykja öll vötn falla til þess fjarðar að í síðara ráðuneyti Geirs H. Haarde hafi verið sýnt stórkostlegt gáleysi og alvarleg vanrækt í efnahagsmálum í skilningi laga.
Það má vera rétt hjá rannsóknarnefndinni að ekki hafi verið hægt að koma í veg fyrir fall bankana eftir árslok 2006, en þá er að minna á þau orð skýrsluhöfundana í rannsóknarnefndinni að sú ríkisstjórn sem tók við, hún greip heldur ekki til þeirra ráða sem hugsanlega hefðu getað dregið úr afleiðingunum af fallinu, afleiðingunum sem við sjáum allt í kringum okkur og þarf ekki að rekja hér. Ég er með öðrum orðum komin að þeirri niðurstöðu að forsætisráðherrann fyrrverandi og eftir atvikum aðrir ráðherrar annaðhvort gátu vitað eða máttu vita og að minnstakosti áttu að vita hvað var á seyði í bönkunum og hversu fátæklegur viðbúnaðurinn var af hálfu stjórnsýslunnar og þeirra stjórnmálamanna sem réðu ferðinni. Þetta sýna öll málsgögn. Forsætisráðherrann er skipstjórinn á þjóðarskútunni, hann er eftir atvikum ásamt áhöfn ábyrgur fyrir siglingunni. Menn láta hér sumir eins og ráðherrarnir í ríkisstjórninni 2007-2009 séu fórnarlömb. Þeir hafi ekkert geta áttað sig á náttúruhamförunum sem yfirriðu frá útlöndum. Vondu kallarnir í bönkunum hafi platað á og svo bæta sumir félagar mínir við því að hinn plataði sjálfstæðisflokkur hafi svo vikið úr vegi til að plata Samfylkinguna. Ég legg til að þeir sem halda þessu fram úr mínum flokki og öðrum fari vandlega yfir atburðarásin árið 2008 sem er lýst hjá þingmannanefndinni blaðsíðu 105 og áfram, þetta er ekki nema 10-15 síður í umfjöllun hennar 7. bindi rannsóknarnefndar skýrslunnar. Ég skal fara yfir þennan feril í annarri ræðu ef áhugi er á og tími vinnst til. Og ég hvet þessa hinna sömu sérstaklega til þess að skoða sögu Icesave-reikningana og viðbragða hvers og eins ráðherrana við þeim, bæði dótturfélagsmálsins í Bretlandi og ekki síður upphafs útlána í Hollandi á starfstíma ríkisstjórnarinnar 2007-2009. Ég hvet þá til að íhuga það líka hvers konar andvaraleysi, gáleysi, vanrækt það er sem felst í því að þáverandi utanríkisráðherra, oddviti Samfylkingarinnar í stjórnarsamstarfinu og talsmaður Samfylkingarinnar í efnahagsmálum, sagði úr þessum ræðustóli hinn 2. september 2008, mánuði fyrir hrun, í umræðu skýrslu forsætisráðherra efnahagsmál, að eitt af ráðunum til þess að leysa lausafjárvanda bankana sem ríkisstjórnin taldi þá eitt helsta úrlausnarefni í hagstjórninni væri það að bankarnir ættu að stofna fleiri Icesave-reikninga í útlöndum. Með leyfi forseta, þeir geta haldið áfram að afla sér innlána á erlendum mörkuðum. Hvernig fellur þetta að alvarlegum athugasemdum sem löngu höfðu borist þessa starfsemi frá Amsterdam og Lundúnum, frá norrænu seðlabankunum? Af þeim vissu vel hagstjórnarráðherrar ríkisstjórnarinnar. Það kemur í ljós í rannsóknarskýrslunni. Það vissu menn hins vegar ekki hér á þinginu, forseti, af því að Guðmundur Steingrímsson hv. þingmaður ætlaði að koma ábyrgðina hér á Alþingi og einkum á stjórnarandstöðuna sem hér var þá, sem ekkert myndi glæðja mig meira ef það tækist nú að þeir Árni Þór Sigurðsson hv. þingmaður, Björn Valur Gíslason hv. þingmaður og fleiri hér, þá er hægt að segja að þetta verði þeim að kenna. Þetta er ekki aðrir, þetta eru þið að þið spurðuð ekki, eins og Guðmundur Steingrímsson hv. þingmaður telur og inklúderar þá sinn eigin Framsóknarflokk í þeirri sekt. Það er líklega margt til í því, eins og ég hef áður sagt, að ekki hafi verið hægt að bjarga bönkunum eftir 2006. En var kannski hægt að bjarga öðrum? Var hægt að hindra tjón fyrirtækja og almennings sem grunnlaust og án allrar aðvörunar af hálfu stjórnvalda héldu áfram að fjárfesta, taka lán, fjárfesta í tækjum og bílum og húsum allt árið 2008 fram að mánaðamótum september-október, héldu áfram með þeirri góðæristrú sem ríkisstjórnin hélt lengt og ljóst á lífi erlendis og innlendis, meðal annars með hástemmdum en algjörlega innihaldslausum yfirlýsingum traust bankakerfi á Íslandi. Hvaða skjól er þessu fólki og þessum fyrirtækjum nú í þeirri afneitunarmöntru að við í ríkisstjórninni seinustu gátum ekkert gert eftir 2006? Ekkert skjól, enda bregst það við með reiði, sannarlega réttlátri reiði, og þó því miður miklu heldur með fálæti, jafnvel uppgjöf gagnvart þessu samfélagi sem ekkert vit virðist vera í, þessu samfélagi þar sem enginn virðist bera ábyrgð á nokkrum sköpuðum hlut.
Forseti, spurningin sem við alþingismenn stöndum nú frammi fyrir, hún í raun og veru sú hvort athafnir ríkisstjórnarinnar 2007 til 2009 og athafnaleysi hennar, hvort þetta lýsir eingöngu vanrækt og gáleysi, eins og háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson taldi í ræðu sinni hér fyrir umræðunni, eða hvort þetta til merkis alvarlega vanrækt og stórkostlegt gáleysi. Það það sem við eigum að skera úr, miðað við sannfæringu okkar og miðað við drengskaparheit okkar unnið að stjórnarskránni, sem betur fer dæmum við ekki. Það gera aðrir og það mikil ábyrgð, en þá verðum við líka að gá að því, eins og Sigurður Tómas Magnússon, fyrrverandi saksóknari, sagði fyrst í útvarpinu og síðar í allsherjarnefnd, að í raun getur saksóknari kveðið upp sýknudóm með því að falla frá ákæru. Í slíkri ákvörðun felst líka mikil ábyrgð gagnvart samfélaginu og framtíðinni. Áður en það gert þarf líka að gæta þjóðarhagsmunum, eins og þingmaður háttvirtur Róbert Marshall, held ég það hafi verið, sagði fyrir í þessari umræðu. Ríkisstjórn Geirs Haarde tókst kannski ekki upp sem skyldi, segja ýmsir stuðningsmenn þeirra ríkisstjórnar sem eitt sinn voru og aðrir þingmenn, meðal annars flokksfélaga mínir. En sakirnar voru þegar fyrir hendi þegar sú stjórn tók við. Óháð sakarefnum einstakra ráðherra, þá vil ég hvetja að minnsta kosti þá samfylkingarmenn sem telja að flokkurinn hafi verið fórnarlamb í ríkisstjórninni 2007, einkum þá hér á þinginu sem sátu í þessari sömu ríkisstjórn, sem studdana, sem alþingismenn, eða störfuð á hennar vegum til að rifja upp grundvallarrit flokksins fyrir kosningarnar 2007, rit hagráðs samfylkingarinnar jafnvægi og framfarir. Þar höfðu menn að vísu ekki hugmyndaflug til að spá fyrir fall bankana. Það rétt, forseti, það rétt hjá Guðmundi Steingrímssyni. Það höfðu menn ekki í maí 2007. En í þessu riti því lýst í greinilegu og rökstuddu máli að hagkerfið var orðið fársjúkt veturinn 2006 og 2007 og að næsta ríkisstjórn yrði að grípa til róttækra ráðstafana. Hvað var svo gert við þetta rit jafnvægi og framfarir? Það var ekki mikið. Sjálfstæðisflokknum var eftirlátin efnahagsstefnan og við ráðuneytaskiptinguna þarna vorið, þá fékk Samfylkingin aðeins einn hagstjórnarpóst, nefnilega viðskiptaráðuneytið, sem þá þurfti að kljúfa út úr öðru ráðuneyti og var sett af stað með fámennt starfslið og auglýst eftir ráðuneytisstjóra, og yfir það var settur stjórnmálamaður sem ég virði mikils, en var án sérþekkingar eða reynslu á þessu sviði og nýliði við framkvæmdavaldsverkefni. Á meðan sat gamli Sjálfstæðisflokkurinn í forsætisráðuneytinu, í fjármálaráðuneytinu og í Seðlabankanum. En við í Samfylkingunni tókum að vísu að okkur það stórmerkilega verkefni fyrir Ísland að koma hérlendum diplómat í öryggisráð hinna Sameinuðu þjóða. Forseti, það eðlilegt að við tökum hér til umræðu verk ríkisstjórnarinnar 2007-2009 sem hóf feril sinn sem þingvallastjórn en nú einna helst kölluð hrunstjórnin. Menn hafa sumir kallað eftir því til hvaða ráða hún hefði átt að grípa. Einn ræðumanna í fyrri umræðu virtist halda að hún hefði ekkert getað hreyft sig vegna hugsanlegra skaðabótaábyrgðar. Og þetta var ráðherra sem þarna talaði, hæstvirtur núverandi efnahags- og viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason. Já, það stórt orð, skaðabótaábyrgð, og ekki vona að nokkur ráðherra þori í námunda við slíkar athafnir sem getur reitt af sér skaðabótaábyrgð fyrir þjóðina. En þá kannski rétt að líta á annars vegar á skaðabótaábyrgðina og hins vegar það gagn sem athöfnin geti gert. Það var ekki gert á þessum tíma og 2 árum síðar gefur á að líta skaðabótaábyrgðina á skaðinn skeði en bótina skortir og ábyrgðin út í móa. Málflutningur af þessu tagi að ríkisstjórn Geirs Haarde hafi í raun ekkert geta gert hinn síðari, á pólitíska planinu þessari umræðu eiginlega lokið. Hún fór fram í desember, janúar og febrúar 2008-2009 og þessi málflutningur var hrópaður niður hér út á Austurvelli á þessum tíma og sú bylgja sem þar hófst svipti gömlu ríkisstjórninni frá völdum og kom á nýrri ríkisstjórn sem átti að endurreisa landið.
og þeir þurfa að svara því sem telja að ríkisstjórnin 2007-2009 henni hafi að vísu ekki tekist sem skyldi, en sakirnar hvíli allar á eldri ríkisstjórn, hvort það var þá kannski bara eftir allt saman einber misskilningur og ætti kannski að taka aftur og hefja gömlu stjórnina til ríkis á ný. Samfylkingin, og nú á ég við sjálfan stjórnmálaflokkinn sem ég hef verið í 10 ár, stjórnmálaflokkinn með upp undir 20.000 félaga, Samfylkingin hefur að sinni hálfu svara þessari spurningu verk ríkisstjórnarinnar 2007-2009. Hvað sem sumir fulltrúar þess flokks hér á þingi kunna að vera að segja og hugsa og gera. Það svar var veitt á flokkstjórnarfundi, það æðsta stofnun flokksins milli landsfunda, á flokkstjórnarfundi í Garðabæ laugardaginn 17. apríl þessa árs, þegar sá fundur samþykkti erindisbréf handa sérstakri umbótanefnd sem nú á störfum í flokknum á að skila af sér miðjan næsta mánuð. Og að gefnu tilefni, og með leyfi forseta, ætla ég að ljúka þessari ræðu með upphafi þessa erindisbréfs sem var samþykkt einum rómi á 200 manna áhrifamiklum fundi, og það er svona: samkvæmt ítarlegri og vandaðri skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengda atburði má rekja rætur hrunsins til þess hvernig staðið var að einkavæðingu bankanna og markvissri stefnu afskiptaleysi þar til svo var komið í ofvexti bankakerfisins að grípa hefði þurft til aðgerða í síðasta lagi árið 2006 til að forða hruni. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarnefndarinnar var því þegar of seint að bjarga bönkunum frá falli þegar Samfylkingin settist í ríkisstjórn 24. maí 2007. Hins vegar kemur afdráttarlaust fram í skýrslunni að grípa hefði mátt til margvíslegra aðgerða til að draga úr tjóni samfélagsins eftir að Samfylkingin tók sæti í ríkisstjórn. Þar liggur ábyrgð Samfylkingarinnar. Ég endurtek, hins vegar kemur afdráttarlaust fram í skýrslunni að grípa hefði mátt til margvíslegra aðgerða til að draga úr tjóni samfélagsins eftir að Samfylkingin tók sæti í ríkisstjórn. Þar liggur ábyrgð Samfylkingarinnar. Tilvitnun lýkur. Forseti, að minnsta kosti þar liggur ábyrgð þeirra ráðherra sem nú er rætt hér á Alþingi. Og nokkurn veginn þar liggur ábyrgð okkar allra sem hér stöndum og getum ekki annað.